Það þessi rekstrarlega áskorun og svo þessi áskorun að bara að halda sjó í umhverfi stjórnmála og hvað, ég ætla ekki að tala lífríki endilega, en allavega í þessu reglugerðaveldi. Já, ef það enda þetta, þið sjáu það að ríkissjóður, hann þarf 630 milljarðar næsta ári. Og allt fárið í kringu veiðigjaldi á þessa ári. Já, og veiðigjaldið verður bara sama 14 milljarðar næsta ári sem við erum að borga núna. En þetta þýddi það að við stoppum alla fjárfestingar, tækni fyrirtækin urðu að segja upp fólki og skera niður, þá kom óvissa, fjárfestar urðu óöryggir. Og þetta var algjör óþarfi bæði hjá ríkisstjórn og okkur að blása þetta svona allt upp. Já. Og það kannski þar það sem ég hef ekki rekist á í mínum hópi, en ekki öllum, það eru margir í mínum hópi sem sammála mér í þessu. Og vonandi koma fleiri með mig núna, að því oft, ekki oft sagt að maður svona sáttu við kallið þenni dauður? Já, í minningagreinunum, já. Að við getum ekki platað almenning. Stjórnmálamenn hafa komist upp með það núna síðustu áratugina að segja eitt fyrir kosningar. Svo eru konir í stólana. Hvað var sagt núna? Ekki hækka skatta, ná tök á ríkisfjármálunum. Það er ekki hægt, ef þú hækka skatta á atvinnulífið, veikir vélina og alltaf samt að ná árangri. Það er ekki hægt.